Góðan daginn. Gaman að vera með ykkur í dag. Þetta eru frábæri fyrirlestrar sem eru búin að vera inn á undan og ég ætla rétt að vona að þið séu jafn spennt fyrir framtíðin eins og ég er. Ég kem frá Fjársýslu ríkisins og ég ætlaði bara svona rétt að segja ykkur hvað við erum. Ég er eflaust ekki allir sem vita það, svona allavega ekki þeir sem eru utan kerfisins. En við erum þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála og veitum fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila. Við erum á einn eða annan hátt þjónustum alla ríkisaðila, þó í misjafnlega miklu mæli. Við erum með sjáum fjármuni, þá skatttekjur sem streyma inn á reikninga ríkisins og svo ráðstöfun þeirra, sjáum greiðslur og utanumhald bankareikninga, bókhaldsþjónustu með þjónustum í kringum 100 ríkisstofnanir, alfarið með bókhald, greiðum öll laun ríkisstarfsmanna og sjáum svona upplýsingamiðlun fjármál ríkisins, uppgjör, útgáfa ríkisreiknings og svo framvegis. Og svo það sem svona kemur kannski aðeins meira inn á daginn í dag er að við rekum og þróum fjárhagskerfi ríkisins. Stafræn vegferð okkar er auðvitað búin að standa yfir mjög lengi og sjálfsagt bara frá stofnun eða frá upphafi eðlilega en með einum og öðrum hætti en það eru þessum grunnurinn að okkar vegferð hefur verið í rauninni þessi miðlægu fjárhagskerfi sem að halda utan öll gögn sem við vinnum með og þróun þeirra hefur verið lykilþáttur í þessu. En við höfum unnið svona markvisst á síðustu árum að sjálfvirkni væðingu ferla. Eins og ég sagði áðan, við erum að þjónusta yfir 100 ríkisstofnanir með bókhaldi, þannig að bara hlutir eins og sjálfvirkar bókanir, ýmislegt fleira svoleiðis hefur í rauninni verið nauðsynlegur fasi til þess að við hreinlega ráðum við verkefnið. Og síðan erum við, eins og Margrét og fleiri eru búin að vísa í að við búum yfir gríðarlegu magni á gögnum hjá ríkinu og við erum ekki þar undanskilin, við erum öll fjárhagsgögn ríkisins langt aftur í tímann, við erum með öll upplýsingar, höldum utan upplýsingar mannauðsmál og ýmislegt fleira. Þannig að gagnaflæðið hefur verið svona áhersluatriði og við höfum verið svona að þróa vörhúsgagna og auka aðgengileika að gögnunum með þeim nýjustu tólum sem eru komin á markaðinn. Rafrænar reikningar hefur verið áhersluatriði, mótteknir reikningar frá birgjum. Það eru núna síðustu áramóta kom sú ákvörðun frá fjármálaráðuneytinu sem við erum að vinna að er að ríkið ætla að hætta að taka við reikningum á pappír og það er bara býsna langt komið það verkefni, mjög spennandi og við förum að detta inn á þann fasa að þegar kemur pappír, hvað er þetta nú? En við erum ekki alveg þar ennþá. Síðan er hitt sem ég fer betur yfir eftir, það eru útsendireikningar sem við höfum séð að senda út fyrir hönd skattsins og álagningar aðila hönd ríkisstofnana margra hverja varðandi rekstrartekjur og annað svoleiðis. Upplýsingagjöfin hefur verið stórt áhersluatriði þar á Ísland.is sem ég fer yfir á eftir. Opnir reikningar sem fjármálaráðherra nefndi í morgun. Við erum að birta ársreikninga ríkisaðila á netinu, við erum og áframhaldandi þróunur inn á þessum fasa er framundan. Þar sem við munum vinna meira með þau gögn sem við höldum utanum og svo við getum, aukum virði þeirra og styðjum við bara bætta ákvarðanatöku og upplýsingagjöf til almennings. En einn af lykilþáttunum í þessu öllu saman hefur verið rafræn skilríki og rafræn undirritun skjala sem hefur svona auðveldað okkur ýmsa þætti. Nú, megin fókusinn núna er í tengslum við Ísland.is og þá nálgun sem Fjársýslan hefur verið með að því og það er í rauninni það sem fellur undir fjármál á Ísland.is og það voru svona sett ákveðin markmið í gang þegar við fórum af stað með það verkefni. Það er að við náum að veita þessa góðu þjónustu allan sólarhringinn sem hefur nú verið nefnt fyrir í dag og við viljum stytta boðleiðir.
hjá okkur í samvinnu við skattinn þá viljum við þetta styrkja innheimtu og greiðsluferla þannig að þetta verði bæði skilvirkara og einfaldara fyrir alla og hagræða svona þessum hagræða í þessu ferli öllu saman. Rafræn reikningar, þá ég þarna að tala um sem sagt útsenda reikninga frá ríkinu. Þetta á ári hverju þetta í kringum 2,5 milljón reikninga sem var verið að senda á pappír. Núna eru rauninni allir reikningar farnir að birtast á Ísland.is og fyrirtæki móttaka þessa reikninga bara í XML-formi gegnum skeytamiðlara. Það ennþá þannig að einstaklingar og lögaðilar geta óskað eftir prentun en það er inn í staðinn fyrir það að það hefur verið automatist og fengið þetta prent í pósti að það þarf að biðja sérstaklega það og væntanlega á innan einhvers tíma, ég veit ekki hvað við getum talað að verði lengi að fasast út en það auðvitað í þá átt og þetta eru talað það við séum að spara bara með þessu séum við að spara beinan kostnaði på svona 200 milljónir ári en heildarsparnaðurinn auðvitað í þessu bara bæta hagræði og svoleiðis er erfitt að leggja mat á það en ég myndi giska á hans ég talin í milljörðum þegar svona allt samfélagið tekið inn. Þess að sýna ykkur þennan flipa, vísu Stafrænt Ísland setti mig í smá bobba með að launcha einhverju beta-útgáfu, þannig ég veit ekki alveg hvort að þetta sé rétt leið inn á þetta, en það allavega þegar ég geta fundið þetta fjármála flipa undir inn á mínar síður. Og þar getið þið séð þessa stöðu við ríkissjóð og stofnanir. Það á að birtast listi yfir þína stöðu, bara hvað þú skuldar og inneignir og annað svoleiðis. Og þú getur svo farið bara inn á hverja línu í þessu, hvern gjaldflokk eða hvað það er og skoða þetta í meiri ítarlegar og alveg niður í það að þú getur skoða greiðsluseðilinn sjálfan eða reikninginn. Og þetta hugsunin þarna að þú getur á einum stað haldið utan öll þín viðskipti, við getum kallað það viðskipti við ríkið. Kaup og þjónustu, hvað þú þarft að greiða í formi skatta og annars og svo framvegis. Þarna sömuleiðis á að vera hægt að skoða hreyfingar aftur í tímann og svo til viðbótar sem ég nú svo sem ekki mynda að vera að þú átt að geta skoða þarna greiðsluseðilinn og átt að geta skoða kvittanir og fyrir fyrirtæki að þá getur þú skoða þarna launagreiðendakröfur og og þarna þetta það sem komið nú þegar. Það var aðeins vísað í það áðan, það með umboðs- og aðgangsstýringuna sem var náttúrulega lykilatriði fyrir þetta að fyrirtækin gætu nýtt sér þetta og við gætum náð þessu skrefi þannig að þegar það kom þá náðum við stóru skrefi áfram en þarna sem sagt geta fyrirtæki veitt og prókúru hafa starfsmönnum prókúru að þessum síðum og unnið með það sem þarna birt. Það verið að vinna að því að þróa svona umboð fyrir einstaklinga og lausnir fyrir endurskoðendur eða þá sem að vinna fyrir einstaklinga eða í umboði þeirra sem bara vonandi verður komið á næstu mánuðum. Þetta eins og ég segist, þetta staðan eins og hún kannski með eitthvað aðeins breyttu útliti, þið getið skoðað það á eftir. En það sem nýtt og væntanlegt, það verður hægt að greiða reikningarna beint þarna inni. Þannig að þú þarft ekki þá að fara inn í heimabanka og skoða það þar, heldur getur þú greitt reikningarna þarna beint. Þetta við að vonast til þess að fari bara í virkni núna á, ég segi næstu vikum og allavega að minnstakosti á næstu mánuðum og þá verður bæði hægt að sem sagt skoða þetta þarna í listanum eða undir og verður svona sérflipi sem heitir þá greiðanlegir reikningar og
þetta mun einfalda verklega fyrir já, bæði fyrirtæki og einstaklinga. Þetta svo verkefni sem búið að vera í vinnslu núna undanfarið. Það að það verði hægt að greiða fyrir sko rafrænu umsóknina. Þetta kemur aðeins inn á það sem Margrét var að tala að við erum ríkisstofnanir að rukka gjald fyrir ýmsar umsóknir og þarna þá komið vettvangur að þú getur gengið frá því alfarið á netinu á gegnum.is, greitt fyrir það þarna þannig að þú byrjar á því að greiða og þá er gengið að klára þjónustuna. Þannig eru nokkrir liðir komnir, svo með sakavottorðin, það komið nú þegar, leyfi fyrir heimagistingu og annað er í vinnslu. Þarna erum við að tala 200-300 mismunandi tegundir umsóknar sem verða þá innleiddar þarna í samvinnu við margar ríkisstofnanir og þarna erum við að halda utan um í greiðslu þáttin í þessu. Þetta það sem stafi ríkissjóðsstofnanir, það sem við erum að fara að bæta við svo þarna erum við að gera ráð fyrir lánardrottna yfirliti sem mun verða viðbót þarna við. Hnippin eða tilkynningar frá Ísland.is sem eru í gangi í dag og við flest kannski höfum fengið svoleiðis en það verið að þróa þetta varðandi þessa greiðslu síðu þannig að þetta verði einn tölvupóstur á dag, það sé ekki að koma tölvupóstur ef þú ert að fá fullt af reikningum að það kom ekki tölvupóstur í hvert skipti en þetta í þróun og vonandi verður bara verður tekið skref í þessu mjög fljótlega. Þannig að þetta það helsta sem ég vildi segja ykkur frá varðandi fjármál á Ísland.is. Það klárt mál að þetta mun þróast áfram eins og vefurinn allur og vonandi verða tekin ennþá stærri skref þarna en það sem er stóra breytingi verða greiðslurnar sem eins og ég sagði þaðan kemur á að minnsta kosti á næstu mánuðum. Þannig að það var ekki fleira. Takk fyrir, Ingþór, kærlega. Að koma með eina spurningu. Hver er helsti lærdómur síðustu mánaða eftir að reikningar voru gerðir rafrænir á Ísland.is? Ég verð eiginlega að segja helsti lærdómur sé bara svo að þetta sé ekki, svona verkefni sé ekki eins mikið máli sem maður heldur fyrirfram. Við erum alveg búin að vera að hugsa þetta lengi. Svo var þegar allir lögðust á eitt og keyrði þetta áfram, þá gekk þetta bara hratt og vel fyrir sig. Vissulega góður grunnur sem var kominn. Þannig að það er eiginlega kannski stóri lærdómur í því sem að hvetur mann áfram til dáða í öðrum verkefnum. Þetta er hægt, þetta er ekki óyfirstíganlegt og bara hvernig borðar maður fíl byrjar á hælnum. Yfirleitt. Takk kærlega fyrir þetta, Ingþór.